Jæja, sigur í dag. Hvernig meturðu frammistöðu liðsins í dag? Bara vel. Við vorum bara miklu sterkari í fyrra hálfleik. Fór inn í hálfleik 1-0 yfir en við hefum átt að gera betur úr okkur svona sókn og stöðu sem við vorum að koma okkur í. Það vantar svona aðeins meira ró og svona með ákvörðunartökum í síðasta þriðjung. Voru fór aðeins yfir það í hálfleik og mér finnst bara seinni hálfleikinn var bara líka mjög góð og sanngjarnt úrslit. Má segja að þetta var bara dominerandi? Já, mér fannst það sko. Mér fannst þarna að við vorum bara töluvert sterkar lið í fyrra hálfleik og stór partinn af seinni hálfleik. Það er svona hleypa smá spenna í leiknum þarna í síðasta 10-12 mínútur. En við mistum kannski aðeins smá fókus í okkar varnarleik sem lið og voru að hleypa þeim kannski aðeins aftur inn í leiknum en bara held yfir með hans við vorum þetta var bara mjög samfærandi sigur í dag. En hvað er að góða sem þið gerði í dag? Hlutinni sem þið gerði í spilið? Bara okkur varnarleikur, með hans við vorum að pressa gríðarlega vel og vorum oft að vinna boltana á mjög góðum stöðum til að sækja hratt. Sóknarleikin var bara mjög góð, svona alveg upp í síðasta þriðjung og vantar svona aðeins það í fyrra hálfleik en seinni hálfleik þá nýttum við færið bara betur og ákvörðunartökum voru betri í síðasta þriðjung og þess vegna skorum við þessi 3 mörk og við hefum átt að skora fleiri mörk í dag, fannst mér. Þessi mörk sem þið fáið okkur, það er klöfulegt? Jú, ég myndi segja það. Það kom bara 1 mark eftir ég var búinn að gera skiptingar og við þurftum aðeins að færa til en já, annað markið þeirra var svolítið klaufalegt hjá okkur. Hvernig líður hópnum? Hvernig líður hópnum? Eru allir stemming í hópnum? Þú heyrir það nú. Ég heyri það, já. Jú, það er bara mjög góð stemning í hópnum og við erum búin að byrja þetta mót vel og ég held að sé alveg kallað room for improvement líka, en við getum bæta okkur. En við erum á mjög góðan stað og við bara hugsa næsta leik og halda áfram og reyna að bæta okkur. Hvernig lítur þetta út fyrir næsta leik? Já, við þurfum að skoða hvernig leikmenn kemur úr þessi leikur núna og það er bara recovery á morgun og svo frídag og þá sjáum við bara hvernig leikmenn líða núna. Leikmenn sem er búin að spila 90 mínútur, 3 leiki í röð og við þurfum aðeins að skoða það og við erum með ágætis breytt og samkeppni í hópnum og við bara skoða það fyrir næsta leik. Aðdragandinn að fyrsta markið sem við skorum, aukaspyrnan, finnst þér að hefði þetta rautt spjald? Já, bara alveg. Ég fekk að horfa á þetta aftur og með útskýring sem ég fekk frá dómarateymi hún var að fara frá markinu og þetta var ekki síðasti mann en þetta var ekki rétt útskýring fannst mér. Þetta var aftasti maður og hún var að fara að taka 1 touch og skjóta marki. Mér fannst það var bara pjóra raut en Víkingar er búin að vera kannski í óheppin í fyrstu 2 leikjum með eitthvað dómgæslu og kannski var eitthvað sem þið átti skilið í dag en mér fannst þetta var bara rautt spjald.